Velkomin í Biblían á mannamáli, hlaðvarp fyrir lífið. Áður en við förum í efni þessa þáttar þá langum við að minnast aðeins á rithöfund sem ég hef áður minnst á. Hann heitir Frank Viola og hann hefur skrifað margar góðar bækur og ein af þeim heitir The Untold Story, þar sem hann fer einmitt yfir ritningarnar svipað eins og við erum að gera núna, og hann fyrir mjög nákvæmt í það. Hann búinn að vinna gríðarlega vinnu og skrifa niður efnið í mjög góða bók, The Untold Story, sem endurunnin útgáfa raunverulega af fyrri bók hjá honum og miklu dýpri og nákvæmari. Hvet ykkur til að kíkja á hana. Frank Viola heitir hann og skrifaði The Untold Story. Það getið gluggað í allt þetta sem við erum að tala og fjallum hér. Nú, við erum stödd árið 40 eftir Krist. Gaius Caligula var þá orðinn keisari og hann sendur fyrirmæli að reisa styttu af honum sjálfum í musturinu í Jerúsalem. Þið getið rétt ímyndað ykkur óreiðin á uppstandið sem varð yfir því að þessi tilskipun kom. Þetta myndu þeir aldrei samþykkja, að reisa í musturinu þeirra styttu af keisaranum. Það kom ekki til greina. Endaði þetta þannig, til að halda friðinn, að þá tilskipun hans stöðvuð og hún kom aldrei til framkvæmda. Páll vísar síðar meir í þessa viðburði og þessa tillögu og fyrirskipun Caligula. En nóg það. Við höldum áfram í frásögun okkar, og nú það Pétur sem kemur til Sesaríu, þar sem Kornelíus og heimilisfólk hans taka á móti honum. Það stór hópur af fólki samankomið heima hjá þeim. Heiðingjar svo kallaði muniði. Heiðingjar voru ekki eitthvað voðalega vont fólk. Heiðingjar voru bara fólki sem ekki tilheyrði Ísrael, voru ekki Ísraelsmenn. Þannig var staðan að engill hefði birst Kornelíusi og sagt honum að senda menn til Joppi og sækja Pétur postula. Og þegar þau voru öll saman komin og voru búin að skiptast á frásögum og segja hvort öðru frá hvernig Guð hafði leitt á saman, þá predikar Pétur Jesú fyrir hópnum. Markúsa guðspjall samantektur á svona boðskap Péturs, svona útvíkkuð útgáfa boðskap Péturs. Þannig að þið viljið vita nákvæmlega hvað Pétur predikaði, þá getið þið fundið það meira að minna í Markúsa guðspjalli. Það var hans predikun sama hvar hann fór. Það var það sem þar kemur fram. Og meðan Pétur að tala, að þá margir af fólkinu, bæði heimilisfólkinu og gestunum heima hjá Kornelíusi, sem taka trú á Jesú. Og það sem gerist núna virðist vera að gerast bara það sem að kirkjan verður til, að heilugum anda útelt yfir fólkið. Það hélst í hendur þetta að taka trú á Jesú Krist, trúa því að hann væri Messias og fá þetta líf, þennan kraft og þennan kærleika Guðs inn í hjarta sitt með heilugum anda. Þetta kom Pétri, gyðingunum öllu, og kannski Pétur svolítið líka, en gyðingunum, Pétur hafði séð þetta áður, en gyðingunum sem voru með Pétri kom þetta mjög óvart. Þeir höfðu ekki búist alveg við því að Guðs anda myndi vera útelt inn í heiðingjana. Fyrir þeim voru þetta allt hann hópuð Ísraelsmenn. Ísraelsmenn áttu þetta fyrirheiti en ekki heiðingjarnir eða hvað. Ekki fólk utan Ísraels, ekki aðra þjóðir. Pétur hins vegar meðtökur þetta og veit af þessu og trúar þetta sé frá Guði gefið, og hann skýrir hennar nýtrúið í vatni, og þeir verða núna allir hluti af líkama Krists og kirkjunni. Og þannig að gera, skal ég segja ykkur, alveg gríðarlega merkilegur hlutur. Þessi trúarvakning, þessi bylgja sem hafði farið af stað með Jesú og postulunum og fyrstu lærasönunum og allt Ísrael, var nú að breiðast út. Og takti hvernig þeir orðið Ísraelsmenn höfðu töluð hina fyrir utan sem óhreint fólk. Þeir voru óhreinir, þeir voru heiðingjarnir. Og þeir voru að meðtaka anda Guðs. Þeir voru teknir inn í fjölskyldu Guðs.
vegna þess að frá því augnabliki, frá því og Kristur boðaði þetta og hann kendi þetta og frumkirkjan sannarlega boðaði þetta og lifði því þegar voru búin að kveikja á því hvað Guð var að gera, að í Guði, í Kristi framfyrir Guði engin munur á gyðing og heiðingja. Það engin karl eða kona, það engin gyðingi eða heiðingi, gyðingur eða heiðingi, við erum öll eitt. Guð að má segja og orða það þannig, hann að skapa nýtt mannkyn á jörð. Þenni nýja sköpun, eins og Biblían kallar það, að verða til. Það að segja nýtt mannkyn. Hver nýja sköpun? Það bara þú og ég, mannfólkið á jörðinni, mannkynið allt, með Guðs anda innra með okkur til að lifa í samfélaginu við hann. Það sem Guð var að gera. Hugmyndin að þetta gæti gerst, að gyðingur og heiðingjar kæmu saman og deildu þannig lífinu í Guði saman, þetta var byltingarkennt. Því að það var búið að vera langvarandi aðskilnaður og fjandskapur milli gyðinga og heiðingja í báðar áttir. Og þetta var faktist eiginlega bara meiri nokkur annar menningarlegur eða félagslegur aðskilnaður á þessum tíma. Gríðarleg gjá þarna á milli, gríðarleg gjá. En hún var að brúast núna. Hún var að brúast. Guð fyrir kærleika Krists sem útelt var af heilugum andinn í hjörtu fólksins, byggði brú á milli þessa menningar heima sem hafði verið með svona djúpstæða gjá á milli áður. Þannig að engin munur var á þeim framfyrir Guði. Og kæri vinir, þetta það sem Kristur hefur gert. Þetta hann búinn að gera. Hann búinn að brúa bil á milli. Ef við viljum aðeins sjá það og lifa í kærleika Guðs, leyfa þessum kærleika heilagsanda sem útelt í hjörtu fólksins, leyfa honum að ráða ferðinni, elska Guð og elska náunga, munið hvað Jesús sagði, eins og sjálf okkur. Þá byggjast þessa brýr á milli fólks. Hér á okkar landi, jafnvel bara með það sem við myndum kalla Íslendinga, fætt á landinu og alaðu upp hér á landi. Milli þess hóps, eða innan þess hóps skulum við segja, jafnvel gjá, en Guð getur byggt á brú. Og við þá sem koma nýbúa okkar, Guð getur byggt brýr. Guð kærleiks Guð. Hann kærleikur og hann vill að við lærum og hans sterkasta köllun á líf okkar, og það eiginlega það sem við erum hér til að gera, það að læra að elska. Hann kærleikur, hann hefur skapað okkur í sinni mynd, þannig að okkar innstæðli innst inn í okkur. Það kærleikur alltaf að ríkja og ráða. Það okkar lærdómur. Það að elska Guð og elska náungan eins og sjálf okkur. Og þarna frumkirkjan að uppgöta þetta, til að sjá, hei, vá, Guð að brúa þessa gríðalegu gjá sem á milli fólks. Það eitt sem gerist í Jerúsalem hins vegar við þessa atburði í Sesaríu. Sumir af prestónum og öðru fólki í Jerúsalem sem höfðu tekið trú á Jesú, og fariseiar og aðrir, það var fólk úr þeirra hópi sem höfðu tekið trú. Þeir voru ekki alveg ánægðir með þessar fréttir, að heiðingjarnir væru að taka þetta saman. Þetta voru umskurnar eða umskurðarhópurinn eins og Páll kallaði þá. Þess að þetta fylgdu umskurninni, strángtrúaðir, gyðingkristnir menn, mjög vandlátir varðandi lögmál Móse, og töldu að það yrði að halda það alveg sem að þú takir trú á Jesú, þú að halda allt lögmálið og þar með þurfa allir karlmenn að umskerast. Það var að tilheyra sáttmála honum, Guðs. Þeir voru samfærum það að hvorki félagslegt eða andlegt samfélag eigi að vera milli umskoruna og óumskoruna. Þetta það sem við erum að tala um, þessa miklu gjá. Breytti engu þó að þið hefðu eignast cirka sömu trú og Messias væri þeirra núna sameiginlegur, það þurfti að umskerast. Þeir tölduðu faktist að sko heiðingjarnir væri andlega óhreinir og yrðu að láta umskera sig ef þeir ætlaðu að vera hluti af þessari heild. Og þannig að þeir voru ekki ánægðir með þessa frétti frá Sesaríu. Og það breytist út alla Júdíu og út alla Ísrael að þetta hefði gerst. Og sumir reiddust,
sumir eru hræddir, hvað í gangi, passar þetta, getur þetta verið, hvað gerist núna, af því það svo stór hópur af svona hópum af mönnum, svona umskurnar mönnum sem vildu halda það, þeir voru reiðir. Lögmál Móse nefnilega bannaði þessi samskipti milli gyðinga og heiðingja og frá barnæsku hafði þetta fólk verið alið upp við að borða ekki með þeim, snert ekki óhreina heiðingja. Það var mjög alvarlegt trúnaðarbrot gegn sáttmála Guðs að Pétur skyldi nú hafa setið til borðs með heiðingjunum. Hvað þetta eiginlega? Hvað gangi? Getur þetta verið? Erum við að missa út úr böndunum? Sjáum til. Þetta eitt af allra öflugasta sem að frumkirkjan gerir. Það að brjóta þessa múra, brúa þessa gjár. Jesús, hann starfaði ekki mikið utan Ísrael, þannig að hann hafði ekki mikil samskipti við það sem var kallar heiðingja. Þó að hitta þá og hann þjónustaði til þeirra óhræddur. En muniði, hann segir að hann borðaði, hann fékk ákúrur frá þessu sama fólki sem að núna voru að espa sig yfir þessu sem Pétur hafði gert. Jesús fékk ákúrur fyrir að borða með syndurum, muniði. Þú getur ekki verið Guðs maður, þú getur ekki verið Messias, þú borðar með syndurum, sest niður í kvöldverð með syndugu fólki. Þarna vantar skilning á það hvað Guð að gera. Hans boðskapur frá upphafi, allans áætlun, það sem hann gerði með Ísraelsmenn, allir boðskapur fæðing Messiasar, líf og starf, dauð og upprisa Krists, náði svo langt út fyrir það sem að þeirra hugur náði utanum. Hann var að þjónusta til alls mannkynsins. Hann var að brjóta niður þessa veggi. Hann var að lækna sárin. Hann var að útella kærleika sínum. Hann var að leysa þjóðirnar til samfélags við sig. Þegar Pétur kemur til Jerúsalem, þá fær hann ákvörðunar og hann hundskamaður af þessu sama fólki fyrir að hafa átt þetta samfélag við óhreina heiðingja. Pétur svarar með mikilli djörfung og hann rifjar upp sýn sem Drottinn hafði gefið honum áður en þetta gerist. Hann segir síðan frá því sem gerist í Sesaru og hvernig Guð hafði talað yfir náttúrulega bæði til hans og Kornelíusar. Engill birtist Kornelíus og lét hann bara að sækja Pétur og svo framvegis og hann lýsir því hvernig anda Guðs var útelt yfir þennan hópa fólki í húsi Kornelíusar og þau meðtóku kraft, líf og kærleika Guðs. Og hvað var það sem Pétur sá? Ég var að lesa það aðeins í Postulasögunni 10. kafla, lesum við frá 9. versi. Þetta sérst áður en hann kemur, áður en ákveður að fara inn í hús Kornelíusar og það gerir sem við erum búin að vera að fjallum. Það segir daginn eftir þeir eru á leiðinni og nálgast nú bæinn Sesaríu. Pétur gekk upp á húsþak hádegi til að biðjast fyrir. Kenndi hann þó hungurs og vildi matast. En meðan verið var að matreiða, fékk hann vitrun. Hann sá himinin opinn og hlut nokkur koma niður, líka hann stórum dúki. Stór dúkur kemur, þetta svona sýn sem hann sér kemur niður og hann láti síga til jarðar á 4 skautum, 4 hópnum. Þar voru á allskyns ferfætt dýr, skriðdýr jarðar, svo sem fuglar himins og honum barst rödd sem sagði slátra nú Pétur og et. Pétur sagði nei Drottinn, engan megin, aldrei hef ég neitt etið vanheilagt né óhreint. Með öðrum orðum, dýrin sem hann sá á þessum dúk sem kom niður voru svo kallu óhrein dýr, þar sé að fæða sem hafði verið lýst óhrein í lögmálinu og gyðingarnir máttu ekki borða. Mjög strangar matarreglur hvað var þótti tilhlýðilegt að borða og hvað var hollt og svo framvegis og hvað Guð samþykti. Og Guð segir honum borða nú, slátra, og hann bara mótmælir eðlilega, hann gyðingur. Hann kristinn en hann gyðingur. Þá kemur röddin aftur af himni og segir eigi skalt þú kalla það vanheilagt sem Guð hefur lýst hreint.
Þetta gerðist 3 sinnum og jafnskjótt var hluturinn uppnuminn til heimins. Og Pétur reyndi að ráða í þessa gátu og niðurstaðan var, sem hann fékk frá Guði, var að með þessari sýni Guð sýnunum að hann er búið að brjóta niður múrinn á milli gyðinga og heiðingjana. Þetta, það sem þú kallar óhreint, hef ég núna lýst hreint. Ég er núna að taka boðskap minn út fyrir Ísrael og til allra þjóða veraldar. Og Pétur sagði þeim í Jerúsalem frá þessari sýn. Og þegar gyðing kristni bræður hans heyra þessa skýringu, þá hætta þeir að deila. Þeir hætta að rífast og þeir segja, wow, við getum ekki staðið í gegn þessu. Og þeir vaxumuðu Guð og þeir sögðu, Guð hefur þá einnig gefið heiðingjunum kost á því að snúa sér til sín og öðlast líf. Og það ákvað, þannig hittuðu naglanum höfuðið. Það sem Guð var að reyna að benda Pétur á og síðan það sem gerist í húsi Kornelíusar og það sem þeir núna sáu sem voru með andofið í Jerúsalem, að Guð var búinn að opna dyrnar. Hann var búinn að gefa öllu mannkyninu kost á að snúa sér til sín og öðlast þetta stórkostlega, fallega, kærleikslega líf sem hann hafði handa hverju manni og hverju konu og hverju barni. Þetta fallegt, ég meina, þetta stórt, þetta umbylt, þetta var þvílík bylting í samfélagi fólks á þessum tíma og ég hef nefnt áður og þetta var til þess að yfirvöldum, þeir leist ekkert af blikuna. Þetta var ekki bylting vopnuð með hnífum eða átökum eða drápum. Þetta var kærleiksbylting. Kærleika Guðs var útelt í hjörtu fólks og þau elskuðu Guð og þau elskuðu hvert annað og þau hjálpuðu og þjónuðu, þau læknuðu og hlúðu að. Þetta var frumkirkjan. Svona byrjaði kirkja Krists á jörð. Var hún síðan alltaf svona? Nei, það voru alls konar hluti sem kom inn í. En vá, hvað hann kröftu þarna. Og yfirvöld voru ekki alltaf sátt. Þeim leist ekki á þetta. Þetta var of mikið breyting, þetta var of mikið, það var að brjóta niður múra milli þjóða og fólks og menningarheima. Það gekk ekki upp. Þannig að það brýst út skelfilegt ofbeldi gegn gyðingum í Alexandríu í Egyptalandi. Margir voru pyntaðir og drepnir í samkunduhúsunum og heimili sínum. Fyrirtækja þeirra voru lögð í rúst. Við tölum mikið gyðingahatur í dag í heiminum og það fer vaxandi því miður en það hefur alltaf verið. Þarna eru drepnir í Alexandríu í Egyptalandi á þessum tíma, 40 eftir Krist. Ofbeldi breiðist einnig út til annarra í Palestínu, Sýrlandi. Það voru stór gyðingasamfélög út allt, kristni gyðingar og það var ráðist á þá og þeir voru drepnir. Ofsóknirnar sem að Sál hafði byrjað og fengið leyfi til að sinna þó að það hefði komið pásu og smá hlé eftir að hann tók trú og Kristur mætti honum á leiðinni til Damaskus. Þá voru aðrir sem tók honum upp og héldu ofbeldinu áfram og ofsóttu hina trúuðu. En það þjappar þeim oft saman og fólk sem sér ósanngirni og ofbeldi sem einhverju beittir fá oft samúð og segja, hei, þetta er ekki rétt. Þegar þetta var algjörlega ástæðulausu. Þetta var bara baráttu völd og áhrif. Þetta var ótti. Þetta er ekki neitt sem þau gerðu rangt. Brutu ekkert af sér. Þau bara elskuðu. En það var til þess að fljótlega var til söfnuður í borg sem heitir Antíókía í Sýrlandi fyrir norðan. Og þessi söfnuður samanstóð bæði af gyðingum og heiðingjum, þess að kristnum gyðingum og kristnum heiðingjum, fólk sem hefði bara komist til trúar á Jesú Krist og fylgdi honum og þessi söfnuður var gríðarlega öflugur. Hann stækkaði fljótt og hann var stór og mikil miðstöð fyrir kristna trú og útbreiðslu hennar og við höfum eftir að sjá hvað gerist þar nokkuð sinnum í gegnum Nýja testamentið þegar við náum svo langt að fara þangað í alla hluti, en það kemur gefið fyrir aftur. Þetta var ein af stólpunum, söfnuðurinn í þessari borg. Sendi frá sér fjöldan af trúboðum og postulum til að starfa allan þekkta heim.
og hér ætlum við að ljúka þessu. Þetta er svona okkar þáttur í dag. Við erum að fara yfir upphafið, hvað það var sem að kirkjan þurfti að horfast í augu við og kom árásöndin sem hún var fyrir og fyrir hvað hún stóð. Kærleika Krists og byggja brýr milli fólks og menningar heima og þjóða. Svona er Guð. Hann er bara góður. Við skulum biðja þeir sem geta og vilja. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð, og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.